train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. Þegar maður horfir hérna í kringu sig, við erum ekki í Ameríku. Við erum ekki í Ameríku, en við erum samt á svona outpost frá Ameríku. Við erum á 50's Diner á Íslandi, á Austurlandi. Ameríkanarnir sem hingað koma, þeir upplifa alveg þeir séu komin aftur til 50's American, bara síns tíma. Ég trúi því hér farið alveg alla leið. Fórum alla leið og hérna rifum allar innréttingar út, gólfefni allt saman, smíðum allt upp á nýtt og hérna fluttum inn innréttingar, stóla, borð og svo framvegis. Og hérna smíðum þetta alveg upp í 50's stíl og við reyndum svona að taka það besta frá dinerum í Bandaríkjunum og setja saman í einn. Þess að eigandinn fór í ferð Bandaríkin og reyndi svona velja það besta úr og setja allt inn í þennan diner. Þetta hlýtur að verið dálítið mikil vinna að fá þetta til þess að smella saman og finna réttu hlutina alls staðar. Þetta var töluverð vinna og hérna gerist ekkert á einum degi. Við vorum hérna í marga mánuði að undirbúa og líka þjálfa starfsfólk og svo framvegis. Þannig að þetta tók svolítið vinnu. Hvernig har svona viðtökurnar verið? Hefur fólk verið að koma sérstaklega til þess að koma að borða hér? Bara til dæmis eins og í sumar þá fengum við hópa frá Reykjavík, frá Akureyri, frá Húsavík og fleiri stöðum sem að hringdu jafnvel á undan sér og létu vita og voru að koma sérstaklega bara til að upplifa dinerinn. Og líka erlenda hópa, kom inn hópur af Könum í sumar sem var búin að sjá þetta á Instagram og kom sérstaklega til að pröfa íslenska dinerinn að þau voru að koma til Íslands. Svo útlitið á staðnum, það eitt, en svo tónlistin líka og maturinn líka og það er allt bara. Við reynum að fara alveg all in og vera alveg í þema og reynum líka að hafa, góða stemningu, gott andrúmsloft. Þetta 50's dæmi sem við erum með. Við erum alltaf með 50's tónlist og reynum að hafa allt í sama þema. Ameríkanarnir sem koma hérna, hvað segja þeir? Finnst þeim þeir vera á Egilsstöðum? Nei, þeim bregður eiginlega svolítið og finnst þeim eiginlega að fara inn í tímavél. Þannig lýstu þau því í sumar þegar þeir komu. Þeir fara einhvern veginn aftur í tíman. Hvenær byrjar þetta? Hvað tekur þetta langan tíma að koma þessu á þennan stað sem þetta er í dag? Þetta var alveg hálft ár, 1 ár í undirbúning sko. Og svo annað eins náttúrulega bara í smíðavinnu og smíða innréttingar og græja og gera sko. Þannig að þetta var alveg töluverður tími. En þessi hlutir allir hérna, við erum með bekkistyttuna og gítarana. Er þetta úr einkasafni eða hvaðan fáið þessi hluti? Sumt af þessu eru einkasafni, en mikið af þessu er bara keypt víðsvegar, mikið í Hollandi og mikið í Bandaríkjunum og svo bara flutt inn. Og eigandinn var alltaf búinn að fara þarna ferð Bandaríkin og græja og gera sko, í svolítinn tíma áður en við opnum. Þannig að þetta kemur víðsvegar. Síðan maður heyrt talað eins og í ferðaþjónustu á Íslandi að draga fram sérkennin við Ísland. Hérna tökum við bara allt aðra leið og bætum við einhverju alveg nýju í flóruna í ferðaþjónustunni. Já, ég held að sé svolítið líkið að vera frumlegur en samt er ekki alveg verið að finna upp hjólið. Það er verið að fara aftur til 50's og koma með eitthvað en samt að bæta og gera eitthvað nýtt sem að það er svo leiðilegt að allir fara í sömu áttina. Okkur langaði bara að fara í eitthvað allt aðra átt en hinn eru að gera. Já, búið til fjölbreytni og eitthvað nýtt til þess að prófa. Já, fá meiri lit í flóruna. Og það er engin annar svona staður hér á Íslandi? Ég þori alveg að segja það, þetta er eitt sinna tegundar á Íslandi. Og þó víðar verið leitað því að Evrópubúar eru líka alveg agndofa þegar þeir koma hérna inn. Glæsilegt. Ég held að við ættum að kíkja aðeins á staðinn og matinn. Endilega. Þegar maður gengur inn á staðinn þá fer þessi glimskratti nú ekkert framhjá manni. Þessi er orðinn mjög vinsæll á Instagram. Og allir ferðamenn sem hingað hafa tekið myndir og sett á Instagram og Snapchat og Facebook. En þessi er orðinn svolítið frægur og meðst hann svolítið með einkennandi fyrir staðinn. Í 50's þemanu þá er algjörlega nauðsynlegt að vera með eitt stykki glimskatta. Alveg klárlega. Þú kaupir þennan samt ekkert út í raftækjabúð. Hvar færðu svona tæki? Jú, við þurftum nú að fara smá bakleið til að finna þennan, en það tókst og var keyptur af manni í Reykjavík. Geturðu valið lagið eða kannski... Hann virkar en við erum ekki með hann í gangi. Heldur setti ég bara hátalara inn í, bara þráðhausan, þannig að tónlistin kemur allavega úr dögbóksinu. Jæja, hvað á maður að panta sér? Það er náttúrulega nóg í boði. Við erum með flaggskipið okkar sem er stóri strákurinn, 200 gramma borgari. Og svo erum við náttúrulega með allt þetta íslenska. Við erum með gratineraða sjávarrétti, fisk og franskar að sjálfsögðu, plokkfiskinn með rúgbrauði, kótilettur í raspi, hakkabuff og spælt egg og svo erum við með snitsel. Þannig að þó maður sé hérna á amerískum diner þá getur maður alveg fengið íslenska matinn líka. Þú getur alveg upplifað íslensku menningun hérna inni. Þannig að þetta er svolítið svona American Icelandic cuisine sko.
En ef ég ætla að fara í borgarann, ef ég ætla að fara í stóra strákinn, þarf ég ekki að fá mér shake með? Það er náttúrulega nauðsynlegt. Þú kemur ekki inn nema að fá þér shake með matnum, sko. Það er alveg á hreinu. Og ameríska pönnukökur í eftirrétt? Ameríska pönnukökur eftirrétt með súkkulaðissósu og öllu. Ég get ekki beðið, ég held að það var að panta. Ég held að það sé bara þannig. Já, það er eins gott ég kom með matalistina. Það er eins gott þú komst með matalistina og hér er nóg í boði. Við erum náttúrulega mjög fræg fyrir eftirréttarshakeana og hérna, nóg er ísúrvalið. Ég get ímyndað mér að heimamenn séu svolítið ánægðir með að fá svona flóru í ísinn og eftirréttina. Já, og ég held að þetta hafi líka alveg vantað. Fólki finnst mjög gott að koma hérna í eftirréttin. Unglingarnir og krakkarnir að fara í ísrúm. Já, og meiri segja líka eldri kynslóðin. Þeir hafa mjög gaman að koma hérna. Þeir koma kannski fyrir partinn, en þeir hafa mjög gaman að koma hérna og fá sér ís. Þetta er svona eins og staðurinn líka, þetta er litríkt. Mér finnst þetta eins og ég eigi afmæli ef ég er að fara að borða svona. Þetta er svolítið afmælis. Það er afmæli hérna allan dag. Það er svolítið svoleiðis.